Sæl og velkomin í þáttinn Suður með sjó. Þar segjum við sögur af Suðurnesja fólki. Í þættinum fljúgum við alla leið til Kýpur, en það þriðja fjölmennasta eyjan í Miðjarðarhafi, og hittum Njarðvíkinginn Ingu Karlsdóttur, en hún hefur búið þar í nærri 4 áratugi og meðal annars rekið grænmetis veitingastað með góðum árangri. Komið með okkur til Kýpur. Inga Karlsdóttir fagnaði 60-afmæli sínu á Íslandi í sumar, en hún fædd og uppalin í Njarðvík, en eftir skólagöngu fór hún til Svíþjóðar og dvaldi þar tíma. Hún og finnsk vinkona hennar fóru svo til Kýpur í vetrarfrí og síðasta daginn í því fríi hitti hún dökkharðan Kýpurbúa á diskoteki sem henni leist mjög vel á, en fannst mjög líkur leikaranum Jerry Lewis. Síðan fór Njarðvíkurmærin aftur heim, en eftir bréfaskriftir við nýja kærastan lá leiðin til Kýpur og þar hefur hún verið síðan. Í sumar, 38 árum síðar, kom hún til Íslands með stórfjölskyldunu í heimsókn til síns gamla heimalands og fagnaði stórafmælinu með vinum og ættingjum á Fróni. En það var ekki auðvelt fyrir 18 ára stelpu úr Njarðvík að mæta til Kýpur og hefja nýtt líf með manni þar. Kýpur þriðja stærsta og þriðja fjölmennasta eyja Miðjarðarhafsins, en Kýpur fékk sjálfstæði frá Bretlandi árið 1960. Eyjan vinsælt ferðamannaland, en menning og ýmsar hefðir eru öðruvísi og byrjunin var erfið og móttökurnar vægast ekki góðar fyrir stúlkuna sem kom úr litlu Njarðvík á Íslandi. Það var hræðilega erfitt í byrjun, alveg rosalega erfitt. Líka út af því að foreldrar hans voru ekkert hrifnir að því að hann var að fara að giftast útlending. Þannig að það var rosalega bara skömm eiginlega fyrir þau. Giftast Íslending? Já, gifta bara útlending. Þú veist að því að hérna var allir útlendingar kallaðir englendingar. Af því að þeir voru náttúrulega nýbúnir að koma englendingum í burtu frá eyjunni og svo varum við bara að koma aftur. Og taka mennina þeirra. En þetta gekk svo bara allt í lagi. Þetta tók nokkur ár samt. En ég ennþá hérna. Á góðar vinkonur. Þannig að þetta hjálpaðist allt til við að eignast góða vini. Hvernig eru heimamenn? Eru þeir allt öðru sem Íslendingar? Já, ég held það. Ég held að þeir séu svona ennþá í þessu fari að þeir ráði öllu og konurnar fá vel ekki að hafa neitt að segja, sko. En ég bara heppin að þetta gengur hérna hjá okkur, þannig að hann vaskar upp og skúra líka, fer upp með rusli, þannig að þetta allt í lagi. Kallar hérna ekki vanið því? Nei, yfirleitt bara komið inn og beðið eftir að maturinn kom á borðið og sé bara hugsað að þú veist, þeir eru þreyttir, þeir eru búin að vinna allan daginn, konan bara heima, þannig að þú veist, þetta hefur verið svona í svo mörg ár. Þannig að það hefur svona eins og þú segir, gengið á ýmsu í þessu, en þú ert mjög ánægð þetta? Já. Mér líður vel út af því að bara fjölskyldan svona nákomin og líka tengdaforeldrar mínir bara þótti rosalega vænt mig á endanum, sko, og bara stóðu með mér, þannig að þetta bara allt í þessu fína, sko. Og þú ert að reka veitingastað hérna núna? Já, ég búin að vera með svona grænmetisstað í 10 ár og þetta var svolítið svona öðruvísi að því ég var bara fyrst að koma með svona stað. En fólk tók vel í þetta, virkilega vel, þó væri kannski ekki grænmetisætur eða svoleiðis, sko, en þeim fannst rosalega gaman að koma og smakka og prófa og bara, ég hef ekkert heyrt neitt leiðinlegt, bara gott. Hvernig datt þér í hug að gera þetta? Mér langaði nú alltaf að gera eitthvað, sko, og sérstaklega, þú veist, það var allar að hrósa mér, ég eldaði svo vel. Þannig ég ákvað bara að fara út í það að elda og sjá til hvernig þetta myndi ganga. Og mér langaði alltaf að gera svona grænmetisstað. Þó svo ég sé ekki 100% grænmetisæta, þá finnst mér rosalega gott að fá mig grænmetismat. Og bara skellti mér út í, ég sá hennar stað, hann var auglýstur í blaðinu og bara sótti og fékk staðinn sem var alveg frábært. Þetta tilheyrir sem sagt bænum og þetta á að vera svona meira svona hefðbundin kýpversku staður. En ég vildi breyta þessu og þeim leist svo vel að það að væri að koma ykkur inn með nýjar hugmyndir heldur en bara að vera með eins og það var.
þannig að þeir tóku vel á móti mér. Sérstu, leigir húsnæðið af bæjarfélaginu? Já, af bæjarfélaginu og þetta var svona gamalt kaffihús. Það var þarna kona áður en ég kom, hún bara eiginlega dó á staðinu, sko. Hún var þarna dag og nótt. Og svo þegar þetta var sett í auglýst í blöðunum, þá sótti ég bara og spurði bara hvort ég mætti ekki breyta þessu, sko. Því að ég hefði svo margar hugmyndir og skrifaði þetta náttúrulega allt niður. Og þeim leist bara vel á. Og svo var náttúrulega basla að koma breytinguna út af því að það var hvað heitir þessir tourism, hvað heitir það? Já, samtökin. Þeir voru servir, þeir vildi ekki gefa mér leyfi til þess að vera með grænmeti. En svo náttúrulega þegar ég fekk svo mikla hjálp frá bænum líka, sko. Þannig að þetta gekkst í gegn sem betur fer. En hvaðan kom þessi hugmynd hjá þér að fara út í grænmeti? Fannst þér vanta hérna? Fannst þér vera tækifæri? Já, mér fannst það vanta af því það svo mikið að grænmeti hérna. Og þetta var rosalega mikil hefð hjá Kýpverjum að borða grænmetismat eða sérstaklega þá baunir, mikið af baunum og svoleiðis. En það var eiginlega alveg dottið út úr. Og mér fannst það yrði að koma samt eitthvað nýtt, ekki að vera bara með þetta hefðbundna baunarétti sem voru með í tómatsósu. Og bara, ég verð að segja eins og að fyrsta bókin sem ég átti var Hagkautsbókin, Grænn kostur og ég bara byrjaði á því að elda úr henni og það bara gekk svo rosalega vel og svo náttúrulega verður, þú veist, öll breytin sem þú gerir verður náttúrulega þínar uppskriftir á endanum af því að þú getur ekki notað öll hráefni sem verið að nota til dæmis á Íslandi. Þú verður eiginlega að breyta til og nota það hráefni sem til hér. Þannig að þetta var bara ísinn, bara svona vígan. Það var æðislega vinsæll. Og náttúrulega auðvelt að fá hráefni í mikið grænmeti hérna? Já, það rosalega mikið grænmeti hérna. Ekki svo dýrt, en samt svona þegar þú ert að búa til grænmetisrétt það svo rosalega mikið grænmeti. Þannig að þetta kemur eiginlega bara upp á móti því sem þú ert að borga fyrir kjötmeti og annað, sko. Varst ekki á öðrum stað til að byrja með? Nei, þú ert búin að vera alltaf á sama stað? Búin að vera á þessum stað í 10 ár og bara líður vel. Ég fór náttúrulega að leita annar staðar og það var svo mikið læti og rosalega mikið af fólki að ég bara læknaðist. Ég vildi bara vera þarna svona. Þetta svo kósí bara þessi staður. Virkilega gaman að þessu. Ertu sjálf að öllu? Ertu með fólk með þér? Já, dætur mínar með mér núna. Þannig að það hjálpar alveg rosalega mikið. En svo ég líka með eina hjálp sem við eldamennskuna. Þannig að við eldum saman og bökum og svoleiðis og svo eru stelpurnar við að brosa til kunnana og bera fram matinn og þetta. Vera indælar. Þannig að þetta sagt, íslenskir grænmetisréttir? Já, ég myndi með svona íslenskir grænmetisréttir með svona twist. Já. Það fer vel ofan í Kýprbúana? Já, þeir hafa tekið mjög vel á móti mér, virkilega vel á móti mér. Þetta búið bara mjög heppið með fólk sem kemur hérna, bara allir rosalega indælir, bara gott fólk. Og eru opið alla daga? Nei, ég ekki með opið alla daga því að ég hugsa ef ég verð með opið alla daga þá það svona uppskrift fyrir skilnaði held ég. Þannig ég ákvað að þetta yrði bara svona dagsvinna og loka sem sagt á sunnudögum og mánudögum. Hvað er vinsælasti rétturinn? Vinsælasti rétturinn lasagna með eggaldi og líka sko með fetaosti og svo líka moussaka sem með sem svona eins og kýpverskur réttur og ég veit ekki hvað segja, hann svona eins og hamborgarar, bara grænmetisborgarar. Það eiginlega vinsælasta. Hvað segja viðskiptavinirnir? Vita þeir að þú ert íslensk? Já, og bara þeim finnst það svo frábært út af því að allir sem að segja við mig, mér langar að fara til Íslands, og hvert best að fara og hvað á ég að gera og svo fer maður svo bara alveg í kleinu að því að maður alveg, ég verð að fara að googla og bara vita hvað að ske, sko, til þess að geta sagt fólkinni hvað að gera og ég alltaf með svona íslenska bók. Alltaf, kíkt í bókina, skoðaði bara og svo ferði bara, þú veist. Þannig að það eru rosalega margir sem vilja fara til Íslands.
Þegar þú horfir tilbaka 37 ár á Kýpur, eitthvað sem að þú hefði viljað, þegar þú horfir á þennan tíma, eitthvað sem þú hefði viljað gera öðruvísi? Já, þetta svolítið erfið spurning sko. Hefði spurt mig kannski fyrir svona 15 ára, það gæti verið að ég hefði sagt já, hef aldrei komið hingað. En bara út af því að, þú veist, maður hættir að sjá þetta neikvæða og byrja bara að halda þessu jákvæða og heldur í allt þetta jákvæða sem frá Íslandi, sem mér finnst sérstaklega í okkar fjölskyldu suður frá. Ég held nefnilega að það sé bara meiri einlægni og þú veist, þú heldur meiri fjölskylduna held ég. Alveg eins og vilja gera hér. En ég held mikið upp á það góða sem maður hefur frá Íslandi. Þú veist, gott fólk á Íslandi. Hvernig myndirðu segja að væri svona venjulegu Kýpverji? Lifir hann allt öðru sér lífi heldur en hinn venjulegi Íslendingur? Já, sko hérna ennþá til dæmis í sambandi við heimamynd og svoleiðis, þannig að það ennþá hér að þú ert eiginlega að lifa bara fyrir barnina og hjálpa þeim að byggja hús og kaupa bíl eða ef þeim vantar sko. Þannig að það kannski þú veist, aðeins öðruvísi. Ég veit náttúrulega Íslendingar hjálpa börnunum sínum rosalega mikið, en þetta bara svona eiginlega, hérna eiginlega ef það fer á heiman þá fer það bara í hús sem tilbúið, skilurðu. Þannig að þetta kannski ennþá svona svolítið öðruvísi. Inga segir að laun séu miklu lægri á Kýpur en á Íslandi og þó unga fólkið mennti sig, þá eigi það oft erfitt með að fá vinnu. Fólk að fá, þú veist, mánaðarlaun kannski frá 500 eurum upp í kannski 1000, ekki meira. Og kannski þarftu að leigja kannski íbúði eitthvað, þá ertu komið helminginn af því. Þú veist, 400 eur kannski þess að leigja, þannig að það ekkert auðvelt. Þannig ég held að þú veist, það erfitt fyrir þig að ákveða að byrja að byggja fjölskyldu. Kemurðu mikið til Íslands? Ekki oft, það kannski 3-4 ára fresti. Það líka munurinn hér sko, kaupin lág hérna og þetta erfitt sko, leið og ég segi að ég ætla að fara til Íslands, þá vilja allir koma með. Þannig að það alveg, ok, allir láglaunaðir, þannig að ég náttúrulega að tala krakkana og þannig að maður verður eiginlega að hjálpa til, þannig að maður safnar bara í nokkur ár og þá geta allir komið. Hvað finnst þér skemmtilegast við að koma til Íslands núna? Bara rólegheitin. Þú veist, mér finnst það alveg indælt. Bara að, þú veist, það enginn að stressa sig. Mér finnst alveg æðislegt að geta bara komið inn til einhvers, hitta frænku mína og þurfa ekki að vera að gera mikil boð á undan mér. Þú veist, kannski 10 kvöldið, en gaman, hvernig væri að fara þangað og fara bara kannski í kaffið, það finnst mér æðislegt. Komið sæl og verið velkomin með okkur í stutta kynningu á Suðurnesja magasíni, vikulegu mannlífsþætti Víkurfrétta frá Suðurnesjum á Hringbraut. Já, við ætlum núna að sýna ykkur örlítið brot af því sem við erum að sýsla hér í hverri viku. Á Suðurnesjum eru 4 sveitarfélög og íbúarnir að verða 30.000. Svæðið að stækka mjög hratt og uppbyggingin í stíl við það. Ný hverfi hafa risið og eru enn að rísa og við fylgjumst vel með fasteignamarkaðinum. Já, og eðlilega förum við oft á flug í Suðurnesja magasíni. Við montum okkur nú oft að því að hér sé vagga tónlistarinnar. Allavega pop tónlistarinnar. Já, við mætum oft með myndavélarnar þar sem fólk í íþróttum, almenningssporti, heilsueflingu. Fólkið á Suðurnesjum að hreyfa sig. Inga segir sakna vina og ættingja en líði vel á Kýpur. Þó sé alltaf gaman að koma til Íslands og í sumar vildi hún koma með stórfjölskylduna með sér til að halda upp á 60 ára afmæli sitt. Við hittum hana við gamla æskuheimili hennar við Tunguveg í Njarðvík síðla sumars. Jæja Inga, hvað kemur upp í hugan þegar þú ert komin hérna á þitt æskuheimili sem ungur Njarðvíkingur?
bara skemmtilegar svona minningar og ég verð bara að segja það, ekkert leiðilegt, ekkert leiðilegt. Það var gaman að vera krakki í Njarðvík á þessum tíma? Já, mjög gaman. Það var mjög gaman. Maður var svo mikill villingur og flestir voru villingar með manni, þannig að þetta var allt í svona skemmtilegu bara. Þegar þú miðaðar við síðan æsku barnaðina sem eru alin upp á Kýpur, þar sem þú hefur búið í öll þessi ár, 37 ár. Er þetta mikill munur á þínum æsku árum og þeirra? Já. Mikill menningarmunur eða bara? Það er kannski meiri, ég náttúrulega lifði þetta fjölskyldulíf hérna, þannig að þú veist, manni fannst haldið vel utan fjölskylduna, þannig að maður tók það líka með sér út, þannig að það breyttist ekkert að vera svona fjölskyldu, að halda í fjölskylduna. En kannski meira svona, þú veist, þeirra siðir, þú veist, sem kannski mér líkaði ekki við, ég man ekkert eftir neinu sérstöku núna, en ég hugsaði alltaf tilbaka, hvernig var þetta eiginlega hérna hjá okkur, og valdi bara það sem mér fannst gott og fínt og hélt því við mína fjölskyldu. Þar úti var meira svona, þú veist, að krakkarnir fengu að öskra svo mikið og gera svo mikið og láta öllum illum látum og það var bara talið skemmtilegt. En ég myndi alltaf eftir því, þú veist, að maður var siðaður til. Þannig að ég hélt eiginlega í það, þú veist, ekki hafa ofhátt. Stattu fyrir gamla fólkinu. Úti var það öðruvísi. Það var ekki eins mikil virðing fyrir eldra fólkinu. Út af því að það kannski hafði ekki farið í skóla. Þannig að það var eiginlega ekki talið svona eins og við með eldra fólkið. Nú ert að fagna 60 ára afmæliðinu og komst til Íslands í skemmtilega ferð og með börnin með sem orðin stelpuð og búið að gaman að koma til Íslands. Æðislegt. Ég hef búin að sjá náttúrulega marga staði sem ég hef ekki séð, þó ég sé frá Íslandi, en bara æðislegt og krakkarnir líka, þeim finnst alveg æðislegt, þeim finnst þau vera svo íslensk og allir æstir að fá bara íslenskt vegabréf, þannig að þetta var frábært bara. Já, mér fannst ég heyra á annarri dóttuðin að hún vildi bara flytja til Íslands. Já, þetta er svona, en hún er náttúrulega í sambúð, þannig að það gengur ekki allt eins og maður vill. Ég var nú búin að segja manninum minn að hann ætti að hugsa mjög vel það hvernig hann tali við mig og haldi svona, þú veist, ef maður vill að ég verði hérna eftir 70 á Kýpur. Ég hef nefnilega heyrt að þegar fólk er orðið gamalt, þá vill að fara heim. Þannig að ég er að spá í því hvort ég ætti kannski að sækja elliheimili og koma hingað bara. Tala við fólkið og sagt, já, ég er frá Tunguveginum, ég átti heim í Njarðvík og því úti náttúrulega getur maður ekki talað neitt svoleiðis. Þegar þú ert barnung að árum þá deyr pabbi þinn og þannig að þið alist upp 4 systkin hjá mömmuðinni sem elur ykkur upp og manstu, voru þetta erfiðir tímar, þurftu að hafa mikið fyrir lífinu hérna á sínum tíma? Náttúrulega við fundum náttúrulega bara fyrir því að við áttum ekki pabba, en mamma var alveg rosalega dugleg. Okkur vantaði aldrei neitt. Hún sá allt, vann rosalega mikið. Hún var eiginlega bara í þessum 2 hlutverkum, þannig að það var ekki það. Maður fann náttúrulega bara þetta, þú veist, þetta svona pabba hlutverkið, þú veist. En ekkert annað, ekkert svoleiðis að maður, þú veist, fyndi rosalega mikið fyrir því. Er svona, þið hafi verið samhent fjölskyldan, er þetta svipað á Kýpur? Eru fjölskyldunar svona mikið saman? Já, þær eru svo mikið. Það er ekkert ósvipað? Nei. Þetta er einhver svona eyjafólk. Þetta passar einhvern veginn þannig að mér leist voðalega mikið á það. En það sem er gert meira úti kannski það er að skipta sér af. Þú veist, þá er að segja, heyrðu þessi lampi, hann passar nú eiginlega ekki hér. Og svo er bara fært. Það er ekki spurt hvað, þú veist, er þið sama eða má ég prófa? Nei. Svo bara maður segir, já, nú, allt í lagi, fínt, svo bara þegar það er farið, þá bara setjum maður það sem maður vil. Aftur. Já, þetta er svona.
En þú eignaði sko vini og vinkonur sérstaklega þegar þú varst stelpa þetta? Já. Og hefur haldið góðu sambandi þó að þú sért búin að vera úti í 37 ár? Já, sko ég myndi segja að það þeim að þakka. Þær bara voru svo duglegar að hafa samband við mig af því þegar maður svona langt í burtu og einn, þú veist, þá þetta svona, þú veist, erfiðara þegar maður veit ekki alveg, þú veist. Og ekki á tímum internets þegar það var auðvelt að hafa samband? Nei, einmitt. Þannig að það bara, þær eru búin að vera alveg æðislegri að halda svona sambandi við mig sem að ég þakka þeim fyrir það. Sérðu þið sem eldri konu koma hér og opna grænmetisstað á Íslandi? Nú vegan voða vinsælt á Íslandi. Ef ég fengi bara að sitja og skipa til. Já, stjórna. Gerðu. Já. Ég efast að ég hafi orkið að opna eitt eða neitt annað sko. En náttúrulega stelpur að tala það var æðislegt að við gætum gert þetta en ég efast það sko. Kannski á öllu heimilinu. Já. En þið ætla að halda áfram með staðinn og úti? Já, við ætlum að gefa þessu smá séns í viðbót allavega því að þetta bara grænmetisstaður. Þá þetta svo erfitt að halda uppi bara grænmetisstað. Og því það svo mikið af kjötætum og svoleiðis úti. En við erum samt með gott nafn, þannig að þetta fínt. Vonast til að fólki komi aftur sem við erum búin að loka allt sumar. Já. Þannig að þeir eru íbúar á Kýpur eru ekki beint vanir að vera að hugsa bara grænmeti? Nei, sko það alltaf svona kannski svipað á Íslendingar, þú veist. Já, sko grænmeti rosalega gott ef það borið fram með kjöti. Eða fiski. Það svona svipað. En þetta náttúrulega, þetta aðeins svona breytast, aðeins meira sko, fólk aðeins fara að hugsa ok, ekki svona mikið kjöt, en allavega svona annars slagið að fá sér bara grænmeti. Var fólki þetta ánægt með náttúruna og staðina sem þið heimsóttu hérna á Íslandi í sumar? Ó, já, alveg sko, tengdasonurinn minn, hann var með svona bucket list. Já. Og hann var búinn að tikka við allt. Ég held að þessi eina sem hann sagði, eina sem ég ekki búinn að tikka við hvalkjöt. Ég segi ekki hjá mér allavega. Þú getur farið eitthvað sjálfið þá bara fengið. Já, þannig að. Var eitthvað eitt sem að þeim þótti fallegast eða skemmtilegast? Sko þeim fannst æðislegt að sjá norðurljósin því að við náðum þeim. Og þeim fannst líka á Jökulsárlón og allt hérna fyrir sunnan sem við fórum til dæmis í Gullfossageysi. Suðurlandi. Já, Suðurlandi. Og hvert fórum við? Ég ætti nú kannski ekki að segja. Já, Reykjanesið. Sérstaklega eins og tengdasonur var alveg bara, hvernig getur þetta skeð? Hvað eiginlega skeð? Hvað hérna fyrir neðan? Hvað undir jörðinni? Það var, ég sagði, googlaði bara. Svo ég sé ekki að segja neina vitleysu. Og og svo eitt staður sem var svona rétt hjá Seljalandafoss, ég ætla ekki að segja nafni því að það svona meiri háttar staður sem að allir urðu dolfarnir á. Það var æðislega staður. Ég ætla ekki að segja það svona opinbert. Túristum gæti heyrt það og þá það bara búið. Hvernig hefur þið gengið að halda tungumálinu þínu íslenskunni eftir að búin að vera í 37-8 ári á Kýpur? Sko það tekur náttúrulega aðeins kannski smá tíma að koma inn orðum sem maður var búin að gleyma en ég held bara ágætlega. Já. Þó sem ég hafi engan til að tala við en ég held ágætlega sko. Þá bara verður fólk að fyrirgefa mér það ef ég gleymi einhverju og segja stundum stígur sig yfir á grísku sko. Stundum og þú veist. Þetta svona orðið svona nálægt για μιας. Προσπαθούμε να είμαστε λίγο δημιουργικές εδώ στην κουζίνα, να έχουμε κάτι διαφορετικό, να μην είναι πάντα τα ίδια. Hvernig tungumál gríska? Erfið. Mjög erfið. Ég held alltaf sko þegar ég var hér að íslenska væri alveg lang erfiðst en nei, ég held að grískan sé. Það sé rétt það sem ég segi, it's all Greek to me. Þetta máltæki sem ég notaði.
Inga einn 4 systkina, hún á bræðurna Þórð og Oddgeir og systurina Jóhönnu. Oddgeir bróðir hennar býr í húsi sem afi þeirra og amma bjuggu í og við kíktum til hans og spurðum hvort að Inga hafi ekki verið þæg og dugleg stelpa. Uppátækjasöm var hún og þau systkini rifja upp nokkrar sögur í heimsókn okkar, en svo kemur ein birtingarhæð þegar Inga var ekki alveg að nenna því að vera með Jóhönnu yngri systur sinni því að þær voru litlar stelpur, en þá reyndi hún að fá hjálp frá lögreglunni til að losna við yngri systurina. Því að mamma var alltaf að segja, Inga, þú verður að hafa hana Jóhönnu með þér. Og ég segi, já, en klukkan orðin 6. Og ég var náttúrulega 6 ára, ég var svo lesið 7 og hún var 2 árum yngri. Og svo hugsaði ég, löggan. Ég segi, heyrðu, segir löggan, ekki lögum að krakkar eftir 6 ára með ekki vera úti eftir 6? Viltu þá Jóhönnu? Já, losnaði Jóhönnu. Hún ekki með hana með mér. Þetta var lögguna? Svo heppi bara, hún var fyrir utan. Já. Þetta var svona. Þegar við heimsóttum Ingu og fjölskyldu í október 2018 til Kýpur var yngri sonur hennar að ganga í hjónaband. 50 ættingjar og vinir frá Íslandi mættu á eyjuna í Miðjarðarhafi og samfögnuðu Ingu og fjölskyldu. Það eru sérstakar hefðir þegar fólk giftir sig á Kýpur og haldin mjög stór veisla með tilheyrandi siðum og fjöri. Þetta hefð sem fleiri 100 ára, alveg búin að vera hérna rosalega lengi allavega. Þetta eiginlega byrjun á sem sagt, lífi þeirra saman. Þá eru fyrirleikarnir sem byrja að syngja sem sagt, og þá að klæða brúðgumann og honum sagt sem sagt, svaramanninum sem að klæða hann. Honum sagt að flýta sér, af því að dagurinn bjartur í dag og himinninn bjartur í dag. Hann ætti að flýta sér að klæða hann því að hann sé að fara, þú veist, það má ekki vera á seinn. Og svo sungið að örninn að fara að gifta stúbunni. Þannig að hann verður, svo hann kallaður upp og segir, ef að einhver, komið á skoðið, eitthvað að honum, þarf að breyta einhverju. Og svo ef að einhver kemur upp, þá hann byrjar að segja, já, nú þarf að blessa hann. Og þá kallaði á pappan og mömmina og afan og ömmina og allir þeir sem vilja vera eins og þú sást, þú veist, það bara komið þarna við og blessaði og gerði þú líka. Og þetta á að vera bara svona hefða að allir að blessa þau sem þú veist það sem eftir af þeirra lífi. Þannig að þetta bara skemmtilegt. Já. Þú ætlar að vera gömul hérna? Já, ég bara veit ekki. Ég hef nú búin að segja að manni minn, ég sagði, þú verður að fara mjög vel fyrir mig, með mig sko. Út af því ég er búin að heyra það að þegar konur sem að búa í útlöndum orðnar svona áttrætt, þá vilja þær fara heim. Þannig að hann er búin að lofa því, hann er að fara vel með mig.